Ég heiti Guðrún Ragnarsdóttir og er ein af 3 meðeigendum Strategíu. Ég starfa sem ráðgjafi hjá fyrirtækinu og kynntist í rauninni stjórnvísi árið 1994 þegar að ég kom heim úr námi frá MBA í Hollandi og þar kynntist ég mjög öflugum hópa fólki. Byrjaði í rauninni á því að banka bara upp og segja má ég vera með og síðan hef ég verið tengd þessu félagi á einn eða annan hátt. Já, ef ég ætti að nefna eitthvað þrennt sem ég veist kannski hafa gefið mér hvað mest að vera virkur félagsmaður bæði í geðstjórnarfélaginu og stjórnvísi, þá er það númer 1, 2 og 3 vinirnir sem maður eignaðist og félagskapurinn. Og vináttan sem í rauninni lifir ennþá í dag. Við erum að fagna því núna þessu ári að hafa startað ákveðinn hóp sem við köllum Geðagæluna fyrir 30 árum síðan. Og þetta er orðið mjög virkur hópur með mökum og börnum. Og svo var annar hópur sem kom út úr stjórnvísi eftir við stofnuðum það sem við köllum stjórnskvísur. Og það að eiga svona vini sem að maður hefur í rauninni gengið í gegnum með súrt og sætt og verið samt í svona áhugaverðum félagsskap að það er ómetanlegt. Tengslanettið er númer 2 myndi ég segja því að það eru svo margir snertifleitur og margir aðilar sem maður kynnist og líka þegar maður er að vinna fyrir hönd félagsins þá þarf maður að koma því á framfæri við fyrirtæki og annað. Þannig að maður svona náði að svona plasera þetta aldrei sjálfan sig með því að vera í forsvari fyrir svona félag. Og svo í þriðja lagi bara þetta er sko óendalegur verðmæti sem liggja þarna inni. Þetta er svona uppspretta sem bara gefur og gefur varðandi þekkingu og reynslu og annað sem maður nær að miðla og líka að þiggja frá öðrum og það er ég að reyna að nýta mér enn í dag þótt að kannski minni tími til þess en var hérna á árum áður. Það er bara allir þarna að leggja sitt af mörkum við að deila og miðla og það að geta farið inn í svona samfélag á ekki fyrir meiri pening en það sem að kostar að vera félagi hjá stjórnvísi. Það er ómetanlegt og síðan auðvitað bara líka þetta að líka tengjast fólkinu og búa til tengslanettin og geta þá tekið upp símann þegar þú ert kannski með eitthvað mál sem þið langar bara að ræða við kannski einhvern sambærilega stöðu í öðru fyrirtæki að þetta er ómetanlegt í rauninni finnst mér.